Með því að skipta nemendum í hópa er hægt að setja upp hópverkefni eða hópumræðu í námskeiði. Auk þess býr Canvas til sérstakt vinnusvæði fyrir hvern hóp sem stofnaður. Og þar geta hópmeðlimir unnið saman, safnað gögnum, haldið fjarfundi og ýmislegt fleira. Það farið í fólk í leiðatrén námskeiðsins. Í þessu námskeiði hefur kennari þegar stofnað hópa og hér eru 3 svokölluð hópasett. Hópasett vegna umræðu, þar sem eru 2 hópar og hópasett vegna hópverkefnis með 4 hópum. Hér eru greinilega 2 hópana aðeins með 1 meðlim og það er einfalt að laga það með því að færa nöfnin í annan hóp og svo er upplagt að eyða þessum tóma hópi. Hér er svo nemandi sem bættist við námskeiði sem ekki hefur verið settur í hóp, svo ég dreg hann inn í hóp líka. Að lokum er hér hópasettið nemendahópar sem er svolítið sér á parti og ég mun útskýra það sérstaklega síðar í myndbandinu. Hópasett er sem sagt notað til að halda utanum ákveðna hópa. Það er einungis hægt að stofna hópa inn í hópasetti og nemandi getur aðeins verið í einum hópi í hverju hópasetti. Til að stofna hópasett er smellt á plus hópasett. Hópasettinu er gefið heiti. Það er ágætt regla að setja námskeiðsnúmerið með. Ástæðan fyrir því verður skýrð örlítið síðar. Það er gott að láta heitið vera lýsandi fyrir tilgang hópana, svo nemandinn átti sig. Heiti hópasettsins verður síðan líka heiti hópana, nema hvað Canvas bætir tölustaf aftan við. Hér get ég valið að láta Canvas skipta nemendum af handahófi í hópa eða að stofna hópana sjálf handvirt eftir að ég stofna hópasettið. Ég vil að láta Canvas skipta fyrir mig nemendum í 2 hópa. Þá opnast möguleikinn að láta nemendur tilheyra sama hluta. Flestum námskeiðum er ekki skipt upp í hluta, svo það verður ekkert farið í það hér. Það er mögulegt að skipa einhvern nemanda sem hópstjóra ef það hentar. Hópstjóri getur bætt nemendum í sinn hóp, fjarlægt nemendur og breytt heiti hópsins. Hér er hópasettið komið og inn í því 2 hópar. Canvas notar heiti hópasettsins í heiti hópana og bætir hér tölustaf aftan við. Ég ætla að breyta heiti hópasettsins og láta það frekar heita vinnuhópar. Í möguleikum við nemanda þá er hægt að fjarlæga nemanda úr hópi, skipa nemanda sem hópstjóra eða stjórnanda og nota færa til að flytja nemandan í annan hóp. Ég stofna annað hópasett og ætla nú að leyfa sjálfskráningu í hópana, þannig að nemendur geti skráð sig sjálfir. Það er nauðsynlegt samt að stofna hópana vegna þess að nemendur geta ekki skráð sig beint í hópasettið og þeir geta ekki stofnað neina hópa í þessu hópasetti. Hóparnir verða auðvitað tómir til að byrja með. Það er hægt að takmarka hversu margir mega skráð sig í hvern hóp. Þetta er vistað. Og svona lítur þetta út. Nöfn nemenda sjást vinstra megin og hóparnir eru tómir hér til hliðar, þar sem enginn hefur ennþá skráð sig í hóp. Og það er gott að láta nemendur vita af því að þeir eigi að skrá sig í hóp og benda þeim á leiðina. Nemandi fer í fólk í leiðatrén námskeiðsins, í hópa og sér þar alla hópa námskeiðsins. Hópar sem eru með sjálfskráningu hafa þennan taka þátt tengil sem nemandi smellir á. Og nemandi getur bara verið skráður í 1 hóp í hverju hópasetti. Nemandi getur líka skoðað sína hópa með því að fara í hópa í Canvas valmyndinni. Hér sér nemandinn einungis þá hópa sem hann er meðlimur í. Hér sést mikilvægi þess að hópar beri lýsandi heiti og betra að hafa númer námskeiðsins með í heitinu. Með því að smella á allir hópar sér nemandinn hvaða námskeiði hópur tilheyrir. En ef margir hópar heita bara hópur til dæmis, þá er ekki gott fyrir nemandan að átta sig til hvers sá hópur er. Ef nemandinn skráir sig ekki í hóp, þá getur kennarinn gert það fyrir hann með því að draga eða nota plúsin og velja hópin.
Í möguleikum hóps hægt að fara á heimasíðu hópsins sem sérstakt vinnusvæði fyrir hópmeðlimi, breyta hópnum, til dæmis heitinu, eða takmarka aðild að hóp og svo eyða hópi. Í möguleikunum fyrir hópasettið hægt að breyta til dæmis heiti hópasetts, virkja sjálfskráningu eða gera sjálfskráninguna óvirka, til dæmis ef nemendur hafa þegar skráð sig í hópana og kennari vill koma í veg fyrir að nemendur geti áfram skipt hóp. Það hægt að klóna eða afrita hópasettið og eyða því. En það þarf að varast að eyða ekki eða breyta hópasetti sem tengt við verkefni eða umræðu. Og nú aftur að þessu leyndardómsfulla hópasetti sem heitir nemendahópar. Það nefnilega þannig í þessu námskeiði að kennari leyfði í stillingum námskeiðsins að nemendur mættu stofna hópa sjálfir. Leið og fyrsti nemandinn í námskeiðinu stofnar hóp, þá verður sjálfur til þetta hópasett, nemendahópar. Nemendur geta í raun stofnað eins marga hópa og þeim hentar og allir þeir hópar fara undir þetta hópasett. Það sem líka öðruvísi við þetta hópasett að kennari getur ekki nota það í tengslum við hópverkefni eða hópumræðu. Þetta svona öryggisráðstöfun í Canvas þar sem þetta hópasett getur orðið mjög skrautlegt og sami nemandi getur í raun verið í mörgum hópum þarna inni. Ef nemendur að skila verkefni sem hópur, þá þarf líka að setja verkefnið upp. Hér verið að stofna verkefni. Leið og merkt við að þetta sé hópverkefni, þá býður Canvas upp á að velja hópasett sem hefur verið stofnað. Hér líka mögulegt að búa til nýtt hópasett og hópa fyrir þetta verkefni leið og maður setur verkefnið upp. Það mjög áreiðandi að hópar séu alveg tilbúnir og að réttir nemendur séu saman í hóp áður en nemendur byrja að skila verkefninu. Og eftir að skil hefjast, þá á ekki að breyta hópum sem tengjast verkefni. Það veldur því að skil nemenda á einkunn og endurgjöf kennarans getur eyðilagst eða fer í rugl, en það svo sem í lagi að ekki sé allt tilbúið í hópunum þegar verkefnið sett upp og tengt við hópasettið. Þetta á sem sagt við að eftir að nemendur byrja að skila, þá á ekki að eiga við hópa sem að tengjast verkefni. Í hópverkefni eiga allir nemendur að vera í hóp. Ef nemandi má skila hópverkefni einn og sér, þá best að setja hann líka í hóp, einan og sér. Þetta til að endurgjöf í hópverkefni virki rétt. Það hægt að nota sama hópasett fyrir annað hópverkefni eða umræðu, en einungis ef nákvæmlega sömu nemendur saman í hóp. Ef hópar eiga að vera öðruvísi samsettir í næsta hópverkefni eða hópumræðu, þá nauðsynlegt að búa til nýtt hópasett og nýja hópa fyrir það. Leið og hópur stofnaður verður til sérstakt vinnusvæði fyrir hópin. Til að heimsækja vinnusvæði hóps farið í fólk. Í valmöguleikum hópsins valið skoða heimasíðu hóps. Í brauðmálaslóðinni efst sést nú að kennarinn stattur inni í þessum hópi. Leiðartréð nú leiðartréð hópsins, ekki lengur námskeiðsins. Eingöngu meðlimir í þessum hópi ásamt kennurum námskeiðs geta unnið hér og haft aðgang að því sem inn á vinnusvæði hópsins. Hópmeðlimir og kennarar geta sendt tilkynningar á hópin, stofnað síður. Hér sjást hópmeðlimir og kennari. Það hægt að stofna og taka þátt í umræðum. Hópurinn á sérstakt skráasafn þar sem hægt að safna gögnum. Það reyndar mælt með að nota frekar fjarfundi í Teams en þetta ráðstefnutól. Nemendur geta rétt eins og kennarinn stofnað Teams-fund til dæmis á síðu eða í tilkynningu. Svo hér samvinnutól þar sem nemendur geta unnið saman í skjali í gegnum Google eða Office 365. Það ekki ætlast til að nemendur skili verkefni inn á hópvinnusvæðið. Hópvinnusvæðið býður ekki upp á endurgjöf eða einkunn, til þess þarf að stofna verkefni.
Hér getur kennarinn svo heimsótt annan hóp í sama hópasetti. Þegar farið á heimasíðu hóps þá birtist tengill yfir á heimasíðu námskeiðsins. Þetta hefur vonandi gefið innsýn í hvernig hópar í námskeiði virka og hvernig nota má hópa. Takk fyrir.